Já, komið sæl. Helga Eystadóttir heiti ég, öryggis- og gæðastjóri hjá Isavia og Maril hafði samband við mig og baði mig að segja ykkur aðeins frá S5 úttektarkerfinu sem við keyptum frá Advania og svona hvernig það hefði nýst okkur í okkar gæðastjórnun. Og Isavia er fyrirtæki sem sér rekstur, viðhald og uppbyggingu á flugvöllum, flugstöðum og öllum búnaði því tengdum á landinu. Einnig sér rekstur flugleiðsöguþjónustu og flugumferðarþjónustu, fjarskipta og leiðsögukerfa, bæði innan íslenska svæðisins, flugstjórnarsvæðisins og hluta þess grænlenska. Þessi þjónusta er veitt í samræmi við skuldbindingar íslenska ríkisins og enn fremur þá sér fyrirtækið flugprófanir bæði á Íslandi, Grænlandi og Færeyjum. Starfsstöðvarnar eru dreifðar út allt land og það eru bæði stórir og smáir flugvellir. Það er flugstjórnarmiðstöðin í Reykjavík, það eru 2 dótturfyrirtæki og 900 starfsmenn. Flugstjórnarsvæðið er einnig mjög stórt og er eitt hið stærsta í heimi eða 5,4 milljónir ferkílómetra. En ef við tökum það svona í einhverju stærðargráðu þá er það jafn stórt landmassa Evrópu að frátöldu Rússlandi. Og svona til gamans þá má geta þess að það voru 108.000 flugvélar sem fóru svæðið árið 2012. Með þetta í huga þá er hægt að ímynda sér að það koma kröfur allstaðar að, bæði innanlands og erlendis. Mikið af því kemur frá Alþjóðaflugmálastofnuninni ICAO sem var stofnuð á grundvelli svokallaðs Chicago-samnings frá 1944 en það var 190 þjóðríki skrifað undir hann og hann segir til réttindi og skyldur ríkja í loftsamgöngum. Þessi stofnun gefur út ýmis leiðbeiningarrit sem stjórnvöld taka síðan upp í sitt stjórnkerfi og Ísland hefur gert það í gegnum íslenskar reglugerðir. Síðan ýmis í gegnum Evrópusambandið, reglugerðir Evrópusambandsins sem koma beint í gegnum þá EES-samninginn og rata þannig inn í íslenskar reglugerðir og í sambandi við flugprófanir í Grænlandi og Færeyjum og þá þurfum við líka að uppfylla danskar reglugerðir. Fyrir utan þetta eru síðan ýmsir sértækjasamningar sem eru gerðir á flugleiðsöguþjónustunni og hluti af stofnun eða fyrirtækinu er ISO-vottað. Með allt þetta í huga þá fór ég svona aðeins í gegnum rekstrarhandbókina fyrir þennan fyrirlestur og bara gróf áætlun á skjölum sem við höldum utan og með tilvísanir þá í frekari gögn. Þá erum við að tala á bilinu 800 til 1000 skjöl. Öll þessi skjöl í gegnum þessar reglugerðir þurfa á einhvern hátt að vera tekin út. Við erum bæði með innri úttektir innan fyrirtækisins og einn erum við líka með úttektir eftirlitsaðila. Og innri úttektirnar okkar, við vorum að klára úttektaráætlun fyrir næstu 2 ár og þær eru 160. Fyrir árið 2012 til 2013 þá fórum við yfir 200. Þannig við erum sífellt að reyna straumlínulaga ferlana og einfalda og það skilar sér líka kannski í því að úttektirnar verði hnitmiðari. En eins og kom fram þá eru starfsstöðvarnar dreifðar allt land og þar af leiðandi eru úttektir framkvæmdar út allt land. Við höfum þess að 20 úttektaraðila í fyrirtækinu sem síðan sjá að framkvæma þessar úttektir og það gert, það dreift yfir allt árið og fer svolítið eftir starfsemi hvers og eins. Fyrir utan þetta þá erum við með 30 til 50 úttektir eftirlitsaðila á starfsliðunum okkar, en þau eru 3, annars vegar fyrir alla flugvelli, fyrir flugleiðsöguþjónustuna og fyrir flugvöldina. Þannig þetta ansi stór hluti af starfseminni sem fer ég að fylgja eftir þessum úttektum. Síðan eru 2 viðhaldsúttektir á ári vegna ISO 9001 vottana og síðan eru erlendir aðilar koma hér í allslíks úttektir vegna skuldbindinga og þær eru 10 á ári. Þannig að við þurftum kerfi sem
hjálpað okkur svolítið til þess að halda utan um þetta og til þess að flækja nú málið ennþá meira og þá erum við með þessa 20 úttektamenn sem að tilheyra ákveðinni starfsstöð og þá þurfum við að tryggja að þeir taki ekki út sín eigin verk. Við þurfum líka að tryggja það að það sé ekki úttektir skipulaðar á þeim tíma þegar kannski álægir, getur verið árstímabundið eða einhver ákveðin verkefni sem eru unnin, koma upp í sambandi við ákveðið tilfelli og slíkt. Og sumar starfsstöðvar fá allar tegundirnar. Þær fá innri úttektir, þær fá eftirlitsúttektir og þær fá erlendar úttektir. Og þá þurfum við að passa það að geta skipulagt úttektir okkar þannig að það myndist ekki of mikið álag á eina starfsstöð á einhverjum ákveðnum tíma. Allar þessar kröfur sem ég nefndi þarna í byrjun, þar þurfum við að tengja við ákveðin skjöl og geta síðan sýnt fram á að viðkomandi krafa sé tekin út. Hún sé skjalfest einhvers staðar í einhverju kröfu, tekin út og það sé sem sagt ferli á því. Þannig að við stóðum svolítið frammi fyrir því þegar við vorum að velja að við þyrftum kerfið sem heldur utan um allar úttektirnar okkar, hjálpar okkur til að tryggja hlutleysi starfsmanna, sýndi álag á deildir en jafnframt nýttist mér sem gæðastjóra og einnig stjórnendur fyrirtækisins til þess að fá yfirsýn og geta greint flöskuhálsa, gripið inn í og látið úttektaráætlun að ganga og öll viðbrögð við þeim frávikum sem eru greint. Við ákváðum að kaupa S5 úttektarkerfi hjá Advania. Við höfðum verið með heimasmíða úttektarkerfi áður, svo við vissum nokkurn veginn hvernig kröfur við vildum, hvað við vildum fá út úr kerfinu. Og við höfum sett upp fyrir hverja einustu úttekt, þá skilgreint tegundin, hvaðan kemur úttektin, þetta skrifborðsúttekt, þetta innri úttekt, þetta úttekt frá eftirlitsaðila og svo framvegis. Við höfum skilgreint úttektarmanninn alveg frá fyrstu byrjun. Við höfum ákveðin ábyrgðarmann skilgreint fyrir hverja úttekt og síðan ekki síst, við erum með 5 tímabil. Við sleppum alveg sumarmánuðunum. Við 2 mánaða tímabil, þannig að þegar 7 dagar er í úttekt, þá fær úttektarmaðurinn tölvupóst að það sé komið að hans tímabil og hann hefur 2 mánuði þá til þess að framkvæma úttektuna og komin í vinnslu. Þegar úttekt hefur síðan farið fram, þá er fyrir hvert einasta frávik skilgreint ábyrgðarmaður úrbóta, hvaða tímamörkar á þeim og tillögur. Og það er að jafnaði 3 mánuðir en síðan fer það eftir alvarleika fráviksins, hvað gefur mikið svigrúm frá því. Og sá ábyrgðarmaður sem tekur við úttektinni, hann getur ekki sett hana í ferli nema allt þetta sé tryggt. Þannig tryggjum við að það sé engar úttektir eða frávik sem eru heimilislaus í kerfinu. Þú getur ekki samþykkt úttekt að já, ég er búin að taka við þessu og ég ætla að gera eitthvað. Þú getur það ekki. Þú verður að skilgreina strax frá byrjun hvað þú ætlar að gera. Við hvert einasta frávik eða úttekt er síðan hægt að tengja tölvupóstsamskipti og hvaða skjöl sem tengjast hvort það er úttekt eða frávik. Og vegna þess að starfsemin er svo dreifð og úttektir fara fram svo víða, þá verður við að hafa kerfið þannig það meira og minna rafrænt. Þannig allt samþykki er rafrænt og fær sjálfkrafast tímastimpil. Allar færslur sem fólk gerir innan kerfisins er allt rafrænt. Við fáum tölvupósta á gæðadeildinni hjá okkur og við getum fylgst með hvað er að gerast og við getum sendt hlutina tilbaka ef við erum ekki sátt. Þannig það getur enginn klárað málin án þess að fara í gegnum okkur, án þess þó að við þurfum að vera að flakka landið eins og landafjöndar. Við myndum aldrei geta það. Það sem er líka mjög mikilvægt í svona kerfi, það er það að það sé góð yfirsýn. Og þetta kerfi býður upp á að það er að fara með allar færslur inn í Excel og það er að gera alls konar tölfræði. Þar við tökum saman árlega til dæmis hvað erum við lengi að framkvæma úttektir, hvað erum við að meðaltali að gefa mikinn frávik, er það tengt starfsstöð, er það tengt tímabilum. Þannig að við getum alltaf séð hvaða flöskuhálsar það eru sem eru í kerfinu og gripið þá inn í.
Þessar vikulega áminningar sem að stjórnendur fá, allir þeir sem eru skilgreindir, ábyrgðarmenn úrbóta, ábyrgðarmenn á úttektum, þeir fá allir vikulegan póst ef að þeir eru að fara fram yfir tímamörk. Mánaðarlega tökum við síðan stöðumat fyrir framkvæmdastjóra og forstjóra, þar sem að það alveg sýnilegt hver staðan á úttektunum og við gerum það eftir ákveðinum skilyrðum, að við gerum það fyrir hverja úttekt að þá getum við séð hvar úttektin stödd. Ef hún áætlun eða í vinnslu og hún komið fram yfir tímamörk, að þá sjáum við það úttektarmaðurinn sem hefur ekki náð að framkvæma úttektina og þá getum við leita skýringa. Það getur verið veikindi, það getur verið álag, það getur verið að viðkomandi hafi ekki náð saman með ábyrgðarmanninum, þannig að við getum þá gripið inn í og látið hlutina ganga. Ef hún komin til samþykktar, þá þýðir það að úttektarmaðurinn hefur framkvæmt sína úttekt, hann hefur sent hana til ábyrgðarmannsins, rætt við hann, en ábyrgðarmaðurinn ekki búinn að koma frávikunum í vinnslu. Hann getur ekki samþykkt úttektina nema að taka hvert einasta frávik og koma því í farveg. Síðan þegar úttekt samþykkt, þá hún komin í ferli innandyra hjá okkur og síðan lokið. Og fyrir hverja einustu starfsstöð, þá gerum við það sama fyrir frávikin. Ef þau eru í drögum, þá tengist það að úttekt sé til samþykktar og ábyrgðarmaðurinn búinn að fá þau til sín, en hann ekki búinn að sinna þeim. Þegar þau eru opin og komið fram yfir tímamörk, þá getum við gripið inn og athuga hvað í gangi, getum við gefið lengri frest. Við gefum ekki lengri frest nema einhverjar ríkar ástæður liggi til, áður en við förum með það fyrir forstjórann. Þegar viðkomandi aðili hefur síðan klárað sín verk, þá situr hann frávikið í úrbótum lokið og þá fáum við að gæðadeildinni póst og þá getum við farið yfir. Og ef við leggjum mikla áherslu á að þegar settur tillögu til úrbóta, að það sé eitthvað sem við getum metið. Það ekki nóg að segja að ég ætla að laga þetta. Við vitum ekkert hvað á að laga. Það þarf að vera svolítið skýrt, hvort það tengist skjali, hvort það tengist skráningu, skjalfestingu, hvaða tengist að úrbæturnar snúast Þannig að við getum þá farið í viðkomandi frávik, skoða hvað var gert. Ef það eru fundagerðir sem átt að gera, þá viljum við sjá þær. Við viljum hafa þær sem skjal tengda þessu fráviki. Ef það einhverjir gagnagrunn, þá getum við farið inn í það. Þannig að það alltaf við sem erum síðasti punkturinn í ferlinu það að setja frávik yfir í lokið. Og á þessum mánaðarlegum fundum sem sagt hægt að sýna hvaða flöskuhálsar það eru sem hamla virkni kerfisins og grípa til viðeigandi ráðstafana. Og það hefur komið til nokkrum sinnum að við höfum þurft að fjölga úttektarmönnum. Það hafa komið upp veikindi eða fólk hætt skyndilega eða sem sagt án þess að það hefur tekist að þjálfa. Þannig að við erum sífellt að bæta við úttektarmönnum og það svona meðaltali það 4 til 5 á ári sem bætast við til að halda utan þetta. Bara takk fyrir.